Ég heiti Örlygur Hnefill Örlygsson, ég er framkvæmdastjóri Eurosafnsins og verkefnastjóri í uppbyggingu á myndveri á Húsavík. Við erum að reyna að efla dagskrárgerð á landsbyggðinni. Það var rosalegt högg þegar N4 fór í þrot og við tókum það ákvörðun að kaupa allan búnaðinn úr N4 og reyna að halda þessu öllu á Norðurlandi og við erum að vinna í ýmsum spennandi dagskrárverkefnum. Við erum nýbúin að gera rosalega flott verkefni sem var skálmöld í heimskautsgerðinni. Okkar markmið er bara að byggja bæði tæknilega innviði og líka í fólkinu af því að það er svo rosalega mikið af hæfileika fólki hérna á svæðinu og við trúum því að ef það er búin til þessi vettvangur þá sé þetta virkja þann mannskap ennþá betur. Næstu skref hjá okkur, við erum að vinna núna í því að standsetja útsendingabíl og það er fyrsti útsendingabíl sem er á Norðurlandi síðan bara sennilega kring 2000. Það sem kannski er svolítið sérstakt við þennan bíl er það að þetta er rafmagnsbíl og hann mun geta keyrt á rafmagni bílsins. Við getum farið í útsendingu hvar sem er á þess að þau komast í rafmagn. Hann með Starlink á toppnum, þannig ef það er eldgos eða eitthvað, það er þetta að fara bara á staðinn. Og það er auðvitað það sem við erum að horfa á líka, að vera með í rauninni tæki sem getur farið í náttúruhamfarir eða eitthvað sem að gerist mjög snöggt og það að hafa svona bíl á svæðinu, það að gera verkum að fyrir til dæmis RÚV að kaupa viðburð hér er miklu auðveldara því að bílinn er á staðnum. Það þarf ekki að keyra gríðarlega dýrum útsendingabíl að sunnan, það er bara tæki hér á staðnum tilbúið, lækkar auðvitað allan startkostnað og kannski býður það upp á að verði fleiri verkefni til. Ég er búinn að vera að stýra nokkrum verkefnum sem hafa fengið styrki úr sóknaráætlun Norðurlands eystra og ég er líka bara búinn að vera að fylgjast með mörgum verkefnum í kringum mig hérna í samfélaginu. Þetta er auðvitað ekki stóra fjárhæðir en þetta er akkurat svona fjárhæðir sem koma kannski verkefnum af stað og gera það verkum að þau verða að einhverju. Og að því leyti þá er þetta svona verðmætir peningar en þetta er akkurat það sem þarf til þess að setja fólk í gírinu og það byrja að vinna þessu. Hins vegar held ég að það sé full þörf á því að hækka þessar fjárhæðir því að það er bara búið að sýna þessi trekk í trekk að það er að koma út úr þessum sjóði verkefni sem eru að verða að fyrirtækjum, er að skapa atvinnu, er að efla menning á svæðinu og það er það sem er kannski mesti grunnurinn fyrir byggðarfestu er að þessi öflug menning og þessi sjóður sem er náttúrulega bæði að styrka menningu og nýsköpun, hann er þess vegna svo rosalega mikilvægur.